Við sáum svo fallega handgerðan hnífa þegar við litum við á Laxárbakka daginn. Komumst að því að kokkurinn á staðnum, hann Sigurður, maðurinn á baki þeim. Það var nú lítið hana í stöðun en að fá að vita meira, bæði hnífana og auðvitað manninn að baki þeim. Þú ert með þessi listagen, þessa hæfileika í höndunum til að skapa ansi margt. Ég sé myndir og tréverk og hnífa og alls konar. En þetta samt, þú ert ekki menntaður í þessu? Þú ert kokkur í grunninn, eða ekki? Jú, ég matreiðslumeistari og síðan hefur þetta verið mitt áhugasvið bara. Alveg frá því maður nefti með að maður var í hnífaparadís 13-14 ára gamall, sko. Stelpurnar notuðu svona steinvölur, sko, en við notuðum hnífa og skuttluðum í reitina til að... Já, og byrjaðu þá að fá áhuga á hnífum? Já. Svona, ok. Sko, eitt að hafa áhuga á hnífum, annað að smíða það sjálfur. Hvernig byrjaðu í því? Það byrjaði nú eiginlega því að mér vantaði góðan hníf í veiði og þá fékk ég aðstöðu hjá kunningjafólki til að smíða það hníf. Það á Miðhúsum við Egilsstaði og þar fékk ég hjálp við fyrsta hnífinn. Síðan smíðaði ég nokkra hnífa áður en flytt út til Noregs en í Noregi kemst ég í kynni við menn sem eru í hnífagrúppu. Þeir hittast einu sinni í viku í veturinn og smíða hnífa og þar lærði ég svona fyrir alvöru að búa til hnífa og ekki síst slíðurinn. Því að slíður er eitt, sko, það margir sem að geta búið til fallega hnífa en svo aftur slíðurinn kannski ekki alltaf í takt við fallega hnífinn, sko. Svo ertu líka að skera út og, já. Og líka að, ég veit ekki hvað ég á að segja, höggva í ís, segir maður ekki höggva bara, ís og höggvari? Jú. Að gera myndir í ís eða listaverk í ís? Já. Hvenær byrjaðu því? Ég byrjaði á því þegar að, stundum í kokkarínu þá þristi maður svona smá klaka og vildi setja ef það voru veislur að kvöldborð eða eitthvað. En svo komst ég í kynni við kokk í Reykjavík sem býr til alvöru ísblokkir og þá gerði ég svona fyrstu alvöru styttuna þegar dóttir mín gifti sig og það var Svanur. Svo elsta barni hennar fermt og þá þurfti ég að gera ístyttu fyrir hann og þá gerði ég Trú, von og kærleikur. Semst akkeri og krossinn og hjarta. Er þetta eitthvað svipað að vinna í tré og vinna í ís? Nei, það gjör ólíkt. En það hvort tveggja mjög skemmtilegt en maður þarf svona að vera kannski örlítið sneggri með ísinn. Já, svolítið pressa þar. Já. Ertu þá byrjaður með hvernig áhöld notar í ísinn? Ég nota keðjusög til að byrja með og síðan nota ég svona stór skörðajárn, tréskörðajárn sem ég nota bara á ísinn til að svona fínisera hann. Hvað þarf að einkenna góðan hníf, svo hann sé góður? Hann þarf að falla vel í hendi. Hann þarf að vera þægilegur að halda á. Og hann þarf að hafa fallegt form. Eins og hérna, sko, það þarf að vera góða línur í honum. Þarf að vera beittur, væntanlega? Og já, mjög skarpur. Það alltaf miklu betra að skera sig á skörpum hníf heldur en sljóum. Af hverju er það betra? Þú fær hreinn í skurð. Betra að gróa, eða? Nei. Já. Prófu. Þægilega að setja svona. En ég bjóð mig til kasthníf líka, svona ganni bara. Hvað þýðir það? Sem að maður, Já, það voru sérstakir hnífar sem að þá það þyngdarpunktur að vera þannig að hann stingst alltaf, sko, þegar þú kastar honum. Já, hann lendir bara ekki öðruvísi. Nei, svo var ég með bara svona stóra plastskífu innan á bílskúrsþurrinu, svo lék ég bara þegar kasta honum, sko. Hvað skiptast hnífar í alls konar flokka? Þú veist, það veiðihnífar og það náttúrulega alveg eins og maður þekkir bara á eldhúsinu, borðhnífur og... Já, veiðihnífar og svo stálshnífar. Já. Og svo þessir einföldustu kannski voru, normenn nota mikið svona, eins og segja, í skóginum.
þeir fara út í skóginn og finna sér einhverja smá grein og byrja að tálka. Og það börnum líka kennt að tálka. Tálka, já. Já. Halda á hníf og tálka. Það vantar kannski skóla hér á Íslandi. Erum við ekki svolítið Íslendingar, erum við ekki svolítið eftir á hnífa menningu? Jú. Það er engin, sko, hvað segir maður, tradísjón náttúrulega bara asnalegt orð, en svona engin hefð í rauninni fyrir engin hnífa menning hér á Íslandi. Þurfum við ekki að breyta því? Jú, absolutt. Eru margir hérna á Íslandi að gera þetta? Ertu svolítið einn á báti? Nei, það nú fleiri en ég, en þeir eru ekki margir sem að smíða hnífa. Segðu mér, hver getur maður nálgast þessa frábæru hnífa? Ég með nokkra hérna útstillta á Laxárbakka og síðan þetta hægt að hafa samband bara við mig. Og einnig ég með hnífa til sölu í verslun í Keflavík. Í Keflavík? Já. Svo ég með myndir inn á síðu sem heitir Hnífasmiðurinn Sig An. Þar geta menn skoða svona fleiri hnífa. Þetta bara lítið brot af ég búinn að gera sennilega 130 hnífa. Vá, það eru mörg handtök.